Ægir, það hefur verið spennandi verkefni framöndan gegn Belgíu og Tékklandi. Það er bara búin að hlakka til síðan á hlutfallinu. Já, maður spila bara í hverju viku. Það gengur svo vel í augnablikinu og þetta náttúrulega tvær risaþjóðir sem erum að fara að leika gegn útivelli og spennandi mikið. Gott að fá æfingarleikir svona greiðlega sterkur liðs Belgíu. Já, það eru kostir og gallar við þetta verkefni. Kostirnir eru klárlega sterkt landslið. Það er alltaf gott að spila við góð landslið og einn kosturinn er að við tökum 5 daga í Belgíu í undirbúningi á þessum Tékkaleik sem er mjög gott. Þessi landslið kalla leikmennin sína heim til heimalandsins og æfa þar og fara svo kannski 1-2 daga í óvinarlandið. Þannig að það er gott fyrir okkur að geta verið í Belgíu við góða bestöndingu hægt að fá leikinn. Ókosturinn er að sjálfsögðu að við gefum náttúrulega upp ykkur leyndarmáli í þessum leik. Við erum að skoða leikmenn og annað og svo er náttúrulega alltaf einhver hætta á að menn meiðist. Það er bara hætta sem áhætti sem við tökum. Það var alltaf að spila út í þetta en hvernig er að finna balans á milli vinnanslega sannarskjöldið Belgíu og mikilvægt Tékkland? Ég held að balansinn bara felist í því að við reynum að nota þennan leik til að undirbúa okkur fyrir Tékklandsleikin en að við munum vita þá hversu alvarlega við erum að hugsa þennan leik og þetta er ekki bara æfing. Þetta er ekki áherslu á að spila sem besta leik og þeir leikmenn sem spila þennan leik eru svolítið að minna á sig að þeir vilja spila leikinn sérkur og ég held að það er enginn í þennan leik með einhverjum hálfum. Tékkland náttúrulega með lífstig eins og hvað er ekki þetta lið þannig? Ég er ákvæmlega impressed hvernig þetta lið er að spila og hvernig þjálfarinn hefur unnið. Pavel Verba tók við þessu liði fyrir stuttu síðan og það er mjög aðsynlegt að sjá hversu góð liðsheild hefur skapast hjá þessu liði á svona stuttum tíma. Ég tekur þetta lengri tíma hjá landsliðinu en hann hefur farið ákveðna leiðir í sínu vali á leikmenni og leikstíl sem að gera það verkum að í dag er þetta mjög samstillt lið og þetta er mjög áhugavert að fylgjast með og getum ekki hægt að hrósa með fyrir sína vinnu. Svo það er líkt kannski af stórstjórnum í liðinu, þetta er kannski Tékko og Russinski en það er eitthvað að virka það. Já, klárlega og það er liðsheildin og það er bara menn gjör þekkja hvern annan í þessu liði. Það eru margir úr sérstaklega í byrjunarliðinu frá Sparta Prag, fremstu leikmenni 3 sem Sparta Prag, hægri bakvörður, hægri kantmaður Sparta Prag, þannig að menn þekkja hlaupaliðið hvors annars og þess vegna virkar þetta allt svo vel. Menn þekkja leikkerfið, bæði þessi lið Pilsen og Prag er að spila sama leikkerfið og Tékkar, þannig að menn þurfa ekki að eyða miklu tíma í að æfa taktík, menn þurfa ekki að eyða miklu tíma í að kynnast hvor öðrum, þannig að hann er að bara hárrétta leið til þess að búa til gott lið og mjög áhugavert hversu solid þetta er. Kannski að lokum með 600 manns að leggja leið sína til Tékklands, það þýttir að vera svakalegt. Já, þetta er bara ótrúlega gaman og þakkláttur fyrir þennan stuðning sem við erum að fá og fólk skemmtir sér á leikjunum og vonandi höldum við áfram að skemmta Íslendingum en á móti kemur að væntingastjórnunum verður að við verðum að spenna væntingastjórnuna og það sem skiptir öllu máli er frammistaðan á vellinum, ekki kannski stigin sem við erum með, þau skiptir ekki máli í þessum leikjum og við verðum að horfa á frammistöðunum á vellinum sem skiptir öllu máli. Við getum átt stórleik út í Tékklandi en tapa og við verðum að horfa á frammistöðunum í leiknum, ekki endilega stiga þessu.